Ok, nú við, hvað er... Við erum þá komnir í upptöku af að fara yfir skýrslu, þessu skýrslu 1A í rafmagnsfræði 3 og þá ætlum við að fara í samkeyrslu. Og þið stoppið mig og spyrjið endilega ef að þið finnst að ég sé að gleyma einhverju. En við ætlum að bara renna í gegnum þetta og hérna erum við með 2 rafalasett. Þetta rafalasett á mynd 1, það er allt saman handvirkt. Við erum með jafnstraumsmótor sem að fær sína orku frá spennugjafa sem er 3 fasa, afriðað með 6 díóðum inn á mótorinn. Þetta er bara jafnstraumsmótor venjulegur með affallsvaf og raðarvaf og snúð. Og við erum að keyra knýja rafalann, nota þennan jafnstraumsmótor í staðinn fyrir díselvél, svo það sé minni hávaði og minna af öllu öðru. Og við rafalann, þennan rafalann sem er með pólhjól og sátur, bara hefðbundið, og tengingu hérna inn í gegnum kolsleiturengi, pluss og mínus, fyrir jafnstrauminn sem er segulmagnastraumur, þá erum við að framleiða segulmagnastrauminn með ástengdum jafnstraumsrafala. Og þetta er sem sagt líka jafnstraumsvél með í rauninni affallsvafi. Og þá sem sagt sjáum við uppsetninguna hér, að hér er ástengdu jafnstraumsrafalinn og affallsvafið hérna, og síðan stillum við sem sagt framleiðsluna, hvað hann framleiðir mikinn segulmagnastraum með því að breyta þessari mótstöðu. Sem sagt auka eða minnka segulmagnunina á honum og þá fáum við mismunandi mikinn segulmagnastraum hérna í gegnum kol- og sleiturengi inn í gegnum sem sagt pólhjólið. Því að þó að það sé sýnt sem eitt vaf, að þá geta þetta verið náttúrulega skipt yfir á sem sagt þessa póla í pólhjólinu. Þetta eru nokkur vöf sem að í rauninni bara sýnt hérna sem eitt vaf. Og svo er náttúrulega bara hér sátrið. Það sem við snúum pólhjólinu inn í rafalanum, þá hreyfist segulsviðið fram hjá sáturleiðurunum og spanar spennu og straum í þeim og í sátrinu. Og sem sagt, varðandi síðan sem sagt jafnstraumsmótorinn, þá erum við með þennan spennugjafa. Hann fær inn á sig 3 fasa og hann breytir því í jafnstraum með 6 díóðum og við fáum hérna í gegnum raðarvafið, EOF, í gegnum snúðrásina. Segulmögnunin er tengd beint við 230 volta net og gegnum afriðil, 4 díóður hérna inn í þessum kassa. Þannig að við fáum tiltölulega bara jafna segulmögnun alltaf, svo að við þurfum ekki að reiða okkur á spennuna frá spennugjafann. Við höfum bara alveg fasta segulmögnun, við höfum kveikimásu og síðan sendum við bara straum hérna í gegnum snúðrásina. Þannig knýjum við rafalann með þessum mótor. Ok, og síðan er það hinn rafalinn, þessi rafalinn 2. Það er allt saman sjálfvirkt þar. Þessi græni kassi sem við sjáum ekki á þessari mynd, þetta fyrir ofan riðstraumsmótorinn, það er hraðastýring sem að heldur mótornum alltaf á réttum snúningshraða og þannig að við séum alltaf að framleiða 50 rið. Og ef það kemur álag á rafalann, þá skynjar hraðastýringin, það er aukin straumtaka að mótornum og þá reynir hana
að auka tíðnina, sem sagt auka hraða hverfisegulsviðsins í mótornum þannig að hann haldist alltaf á réttum snúningshraða. Og síðan spennureglir hérna í þessum hluta og heldur spennunni alveg í 400 voltum. Eftir hvaða bara álag þá bara sendir hann þann segulmagnastraum sem þarf til að halda spennunni í 400 voltum. Og við höfum náttúrulega fleiri myndir af þessum búnaði og við hérna þurfum kannski aðeins að bíða með það. En hér höfum við síðan samfélagssjónartöfluna og hér búið að gera fína tengingu af því hvernig þetta tengt upp hérna. Rafaleið 2 tengdur upp á safntennuna og þegar við erum að fara að tengja þetta inn, þá höfum við rafala 1 sem innkomandi vél eða innkomandi rafala. Við setjum fyrst rafala 2 inn vegna þess að hann sjálfvirkur að öllu leyti og þá stillist hann strax sjálfvirkt á 400 volta spennu og 50 rið og svo hérna kemur rafali 1. Við þurfum að stilla hann með handvirkt á rétta spennu og rétta tíðni og þannig að þessi 3 skilyrði þurfum við að stilla handvirkt. Það sem sagt fyrst að sé rétt tíðni eða sama tíðni á innkomandi rafala og á safnveinum og sé sama spenna á rafala 1 og safnveinum og síðan sem sagt þegar að ljósin hér voru að blikka í takt þá sjáum við sem sagt að það var rétt fasaröð og þegar að öll ljósin slökkt þá rétta augnablikið og þá þessi grænlega ljósdíóða hérna á samfélagssjónarskjánni lýst og þá rétta augnablikið til að slá inn og þegar að hreyfingin á ljósdíóðunum með úrvísi, getur við sagt, að þá erum við að koma inn með rafalann sem framleiðanda. Þannig að hann byrjar strax að taka þátt í framleiðslu sem sagt. Og í rauninni af því að þeir voru álagslausir í byrjun að þá hérna keyrði kannski rafala 1 örlítið afl inn á rafala 2. En það aukaatriði. Það sem við gerðum hérna í æfingunni að það var að setja rafala 1 inn á safntenna, rafala 2 var bara slökktur og við settum álag á rafala 1 og þá lækkaði spennan úr 400 voltum niður í 310 volt og úr 50 riðum niður í 46 rið. Til þess að laga tíðnina þá jukum við aflið inn á mótorinn þannig að hann snerist aftur aðeins hraðar og það hér sem sagt og hér hérna myndum við segja að þegar við aukum aflið þá lögum við tíðnina, riðin sem sagt, en við hefðum þurft að laga spennuna, ef maður bara rétt aðeins bæti inn í þetta hérna, að auka segulmagnastrauminn, þá hérna lögum við spennuna. Til að laga spennu í 400 volt. Ok, þetta málið. Svo að hérna, þetta í rauninni lítið kannski sem við þurfum að laga þetta af því að raunálagið, það hefur samt sem sagt svolítið áhrif á spennu rafalans, aðeins mótseglandi áhrif á pólhjólið og það skoðum við í rafmagnsfræðibókinni sáturspyrnu. Það kannski býðum við með aðeins þegar þá til við skoðum hérna prófun á rafala 2 því að þar settum við inn raunálag og svo hreint spannálag. Hér spurt fyrst þegar við prófum rafala 2 hversu mikið hérna afl eða
hvað má lesta hann mikið í sýndarafli og það sem sagt 16 kVA sem stendur á honum og straumurinn 22,8 ampere. Reyndar þetta gefið upp við 380 volt. Já, ok, það getur vel verið, það sé 15 kVA. Ok, stóð það á honum, allt í lagi. Já, miðað við hérna 400 volt. Já, ok. Þannig þetta svona milli 15 og 16 kVA. En það stendur á honum, já, ok, það stendur á honum 15 kVA miðað, þá getum við skrifað við 380 volt. Allir séu sammála þessu. En þá það 16 kVA við 400 volt. Það ekkert mál. Og en sem sagt straumálagið á rafalann náttúrulega það sem hann þolir straumlega séð, sko. Það já, það var í rauninni, já, það var spurt 400 volt. Þannig að þetta og þá getum við, af því að þetta stendur á honum, að þá getum við sagt að síðan að 16 kVA við 100 volt. Þá allir sáttir? Reynum að gera það. Allavega, já, þetta smá ónákvæmni kannski í skýrslunni, eða í verkefninu. Ég biðst bara afsökunar á því að hafa ekki áttað mig á þessu fyrr. En allavega að í þessar stillingar á hraðastiginu þurfum ekki að fara ofan í þær. En það sem við gerðum, það var að athuga hvaða segulmögnunarstraum rafalinn þyrfti við mismunandi álag. Fyrst var hann álagslaus og þá lásum við af 0,6 ampere segulmögnunarstraum í M. Hvað stendur M-ið fyrir? Jú, M-ið svona á norðurlandamálum sem sagt magnet eða, já, magnetisering kannski, eða M stendur fyrir segulmagnet, M, magnet. Og þannig að þetta segulmögnunarstrauminn. Og sem sagt þegar við setjum raunálag þá þurfti sem sagt ekki gangráðin, heldur spennureglirinn að auka við segulmögnunarstrauminn. Því að við setjum upp 14 til 15 ampere straum þegar við setjum raunálag á hann, að þá eykst þörfin fyrir segulmögnunarstraum og hann fer upp í 0,92 ampere til að halda uppi 400 volta spennu. Og það ákveðin skýring á þessu sem í kaflanum sáttspyrnu. Og við skulum líta á það núna strax eftir að við skoðum hvað gerist þegar við síðan setjum hreint spanálag. Sem sagt við slökktum á hithöldunum, elementunum sem voru með í bláa kassanum og hann fór aftur niður í 0,6, hann var álagslaus og svo settum við spanálag á hann. En þarna sjáum við að hann þarf miklu meiri segulmögnunarstraum þegar við erum með spanálag. Og það rauninni vegna þess að það sem að spanálagið, það hefur áhrif sem sagt þannig að straumurinn í spanálaginu, hann á eftir spennunni. Og í sátrinu þá myndast segulsvið frá sátarleiðurunum og það segulsvið, það keyrir á móti segulsviði pólhjólsins. Þess vegna þarf að yfirvinna þetta fyrirbæri og senda meiri segulmögnunarstraum inn á pólhjólið til þess að halda uppi spennunni sem sagt 400 volt. Og þá ætla ég að finna bókina
tengist spanálagi ekki launálaginu? Jú, þetta er í rauninni, sko, launálag er í rauninni tvenns konar. Það er líka spanálag, já. Það er nákvæmlega sama hugtakið nema að launálagi getur líka verið sko rýmdarálag. Þannig að launálagi getur verið tvenns konar. En lang oftast erum við að tala spanálag þegar við erum að tala launálag sko. En við þurfum að vera stundum svolítið nákvæmir í þessu. Því að þetta getur verið líka þéttar. Og ef að við hefðum verið með þétta hérna, og ég held að það sé gert í síðasta áfangaranum, að það eru í staðinn fyrir spólur, þá er þær teknar út og við fengjum aftur 0,6 ampere bara til þess að halda 200 V spennu álagslaust. Síðan eru þéttar tengdir við rafalann. Hvað gerist þá? Þá hjálpar segulsviðið frá sátrinu til við segulmögnun rafalans. Þannig að þessi tala hérna myndi lækka. 0,6 yfir kannski 0,5 eða 0,4 eða eitthvað slíkt. Þannig að þá þarf að draga úr segulmögnunarstrauminn til þess að spennan sé rétt. Og ok, þannig að ég ætla að finna bókina. Já, það er gott, ég þarf að sýna ykkur þetta á hérna. Þetta er búin að finna kaflan sátuspyrnu. Það er gott. Þetta er hérna, ok, ég ætla að finna þetta hérna í bókinni. Já, þetta er blaðsíða 123 byrjar þar. Blaðsíða 123. Sátuspyrna í reiðstöðvarafala. Og ef maður á tilfinninguna að maður sé að kenna þetta allt saman á 2 hraða sko, það verður alveg svakalega stressaður hérna. En það er eiginlega ekki þannig. Þetta er bara tilfinningin. Og hérna vonandi þá get ég opnað bókina. Já, hérna er reiðstöðvarafal, 8. kafli. Og hér höfum við þá fljótlega kaflan sátuspyrnu. Vandamálið við þetta Word-skjal er það að ég hef ekki nákvæmt blaðsíðutal á þessu, þó ég þarf að, já, það vandar mig við að leita að þessu. Hérna byrjar kaflinn sátuspyrnu í reiðstöðvarafala. Og hér er sem sagt þessi áhrif sýnd eða útskýrð. Og það straumurinn í sáturaválunum, það er þessi texti hérna, myndar eigið segulsvið sem virkar aftur tilbaka á segulsvið pólhjólsins. Það er það sem bæði segulsviðin er í sömu segulrásinni. Þetta er svona megin ástæða fyrir þessu. Og svo skulum við líta á myndirnar til þess að átta okkur á þessu. Hér þegar er raunálag. Hér er spenna og straumur í fasa. Og það er samt sem áður aðeins meira, það talaði við í kaflanum, það er aðeins meiri mótseglandi áhrif frá segulsviðinu í sátrinu heldur en meðseglandi áhrif á segulsvið pólhjólsins. En þetta eru sem sagt minni háttar áhrif. Þannig að munið eftir að þegar við vorum að jafna álaginu í næstsíðustu mælingunni, þannig í samfélagsaræfingunni, að þá eiginlega slepptu því að reyna að jafna álagsstrauminn. Þegar við vorum búin að jafna raunaflið, P1 og P2 var það sama, þá var mjög svipaðir straumarnir. Það var eiginlega varla hægt að jafna það. Það munaði svo litlu. En það munaði svo örlitlu. Það er einhverju, innan við amperi kannski, eða eitthvað slíku. Já, innan við amperi. Jú, það getur verið. En við sjáum það á kannski tölunum á eftir.
En þannig að þetta hefur áhrif en ekki kannski það mikil áhrif að þurfum að gera í því. Allavega í þessar æfingu sem við vorum með. Við höfum sleppt þessu lið, sko, hann var inni og þetta var svo erfitt að stilla þetta saman að við bara ákváðum að sleppa þessum lið. Að reyna að jafna straumnum á milli rafalana. En sko, fræðilega séð, þá þyrfti að gera það. Og ef þetta væri miklu meira álag, þá þyrftum við að jafna því. Af því að þetta hefur örlítið mótseglandi áhrif. Þannig að við sjáum hérna segulsviðið, það er sýnt með þetta línu hérna, segulkraftlínurnar sýndar með þessum örfum hérna og þetta er við raunálag. Svo sjáum við myndina þar sem við erum með spanálagið og þá sjáum við þessa krassandi mynd hérna að segulsviðið, umhverfis leiðarann í sátriðinu, hann er á þessu augnabliki þegar að pólhjólið er start á þessum stað hérna, þá keyra segulkraftlínurnar frá sátriðinu hérna beint á móti segulkraftlínum pólhjólsins. Sjáðu þetta. Þetta er svolítið lítið hérna á lítil myndin, þannig að spurning hvort ég ætti kannski aðeins að stekka það. Þetta er kallað styrta. Þetta er sátrið, segulsviðið sátrið, það styrkir á móti í rauninni pólhjólinu. En það veldur því að það dregur spennunni sem við erum að framleiða. Þannig að við fáum segulkraftinu frá sátriðinu sem að keyra hérna á móti segulkraftinu hérna pólhjólsins. Sjá þetta, þetta hefur öll. Og þegar við notum hægri segulsvið umhverfis leiðara og straumurinn, hægri straumurinn að fara inn og þá er það dömarskutinn hérna sem að sýnir stefnu straumsins og segulkraftlínurnar fara þetta hérna á eins og þegar ógrunnsig. Ok, við höfum eftir þetta reglum út það. Og þá keyra segulkraftlínurnar hérna yfir á móti segulkraftinum frá pólhjólinu. Og það er bara til þess að halda það rétt ríkjanu, þá bara auka segulkraftinu strauminn ennþá meira hérna í pólhjólinu, þannig að þá sterkari raf segul. Og þá fáum við meira segulsvið og þá hækkar spennan aftur og lagast upp í 400 volt. Og það er það sem við erum að sjá í þessari æfingu hérna, að spennureglirinn keyri strauminn úr 0,6 upp í, sem sagt við álagslaust, upp í 1,36 ampere. Þegar við á móti að við erum með raunvarlag, þá er bara rétt undir 1 ampere sem við þurfum. En það er samt sem áður smá segulmagnar straumsaukning sem við þurfum við raunvarlag. En ef að við erum með rýmdarálag, sem sagt þétta, engar spólur, ekkert raunálag, bara hreint rýmdarálag, þá sjáum við á sama tíma þegar að staðan á pólhjólinu er þessi og straumurinn er að stærðinu í gegn. Þá sjáum við að þá er straumurinn að fara hérna út, alveg 180 gráðu breyting og þá er segulkrafturinn að fara hérna og koma hérna með segulkrafturinn pólhjólsins. Það hjálpar til við seglun pólhjólsins. Leggjast þetta saman með og það þýðir að það þurfum að draga úr straumnum hérna inn á pólhjólinu. Þetta hjálpar ekki og þá að standa út. Er þetta ekki alveg ótrúlega merkilegt hvernig það virkar? En þetta er skýringin. Ok, við skulum ekki gleyma okkur í smáatriðum, en sem sagt, þetta er ástæðan. Ok, svo skulum við halda áfram með æfinguna. Við áttum að slökkva á álaginu og svo er spurt hvaða hluti rafbúnaðar sér að auka segulmagnstrauminn. Það er sem sagt spennustillirinn inn í rafalanum, þess á plötunni, þetta er rafalið 2 og síðan kemur að því að við ætlum að fara að fasa saman. Og þessi 3 skilyrði þurfum við að vera með og náttúrulega frumskilyrðið,
það að það sé rétt fasa röð. En skoðum það kannski seinna í æfingunni, því það beðið það. Sem sagt þessi 3 skilyrði það sem sagt að það sé sama spenna á rafala og safnlænum, að spennur hafi sömu tíðni og síðan þurfum við að velja rétta augnablikið til þess að tengja rafalan við netið með viðkomandi afrófa. Og það fleiri atriði í rauninni þarna sem að síðan hlaðast aðeins utan á þetta, en þetta eru svona væri nóg að svara þessu á prófi, skilji. Sama spenna, sama tíðni, rétt augnablik. Það stutta svarið og það nóg svar, skilji. Þau verður bara að muna þetta til að svara þessu á prófi. En að til þess að baðgangsvörnin hendi ekki rafalann strax bara út, taki rafalarófan út, að þá þurfum við að vera með aðeins meiri tíðni á innkomandi rafala heldur en á netinu. Þannig að hann komi inn þegar rófinn tengir, að hann komi inn sem framleiðandi. Þannig að hjálpi til við framleiðslu, þannig að minnki á hinum rafalunum á móti, sjálfkrafa. Þegar þeir eru yfirleitt með einhvers konar gangráða og slíkt. Og svo fljótlega eins og þið þekkið eftir að rafalinn komur inn, þá aukum við aflið, raunaflið inn á rafalann, annað hvort olíugjöfina eða þetta náttúrulega í langflestum tilfellum olíugjöfin sem það gerir. Þarf að auka við, þannig að hann fari að taka meira þátt í framleiðslunni, svo að hann verði aldrei sem notandi. Því að ef að við erum með aðeins og lága tíðni á innkomandi rafala, þá kemur hann í rauninni bara inn sem mótor, sem álag. Og við höfum alveg dæmi það að vera með samfasa mótora og þeir geta verið notaðir til þess að leiðrétta fasvik. Þeir eru þá kannski einhvers konar dælumótorar og þeir eru kannski að dæla sjó eða einhverju í skipinu og þeir eru bara fasaðir inn á netið. Þeim kannski hjálpaðast af með einhverjum hjálparmótor eða einhverju slíku, eða tengt hraðastýringu eða einhverju, eða þá að bygging snúðsins þannig að það bæði snúðgrind, skamhlaups snúðgrind og sögupólar, eins og í bara rafala með pólhjóli. Þannig að það svona tvöföld bygging á pólhjólinu. Þannig að hann kemst að stað sem næst þegar hann álagslaus, þá kemst hann inn á nægan snúðshraða og svo bara nær hann að komast inn á hraða hverfisegulsviðsins og læsi sig við hraða hverfisegulsviðsins þegar við setjum straum á pólhjólið. Og þá getum við notað þennan samfasa mótor í það að yfirsegulmagnan og leiðrétta fasvik einhvers staðar. Já, leiðrétta fasvik í skipinu. Og þetta hefur náttúrulega verið gert hérna í landsvirkjunarkerfinu, þar sem við erum bara með rafala. Þeir eru bara keyrðir, raunálagslausir, en þeir eru látnir vera með yfirsegulmagnun, þannig framleiði launafl, virki eins og þéttar. Það sem að hefur þurft. Þetta var til dæmis gert á tímabili með virkjuna fyrir norðan, Kröfluvirkjun. Áður en að hún fór í fullu á notkun, þá var hún notuð til þess að leiðrétta fasvik í kerfinu. Og það til þess að við leiðréttum fasvikið til þess að minnka strauminn sem við þurfum, þannig við flytjum bara raunstraum en ekki óþarfa launstraum eða sem sagt spanstraum í flutningslínunum. Ok, síðan hérna næsta mál hér að við erum að lýsa því hvernig ljósin blikka og þegar við erum með að nota samfærslunarljósin og ef að við værum með ranga fasaröð þá værum og við værum með dimmatengingu að þá værum við ekki þannig með þetta að ljósin var að blikka í takt, heldur að þá væri svona hringhreyfing á ljósunum. Og það má ekki vera
Og eins sem sagt lýsti ég því það náttúrulega hægt að nota sem sagt tæki fyrir ofan og neðan aflrófan sem við notum til að fasa inn mótor eða tengja mótor inn, tengja rafala inn á netið og athuga fasaröðina á ofanverðu aflrófanum og neðanverðu aflrófanum og athuga hvort það sé sama sem sagt snúningsátt á til dæmis mótor eða tæki segir að sé sama fasaröð beggja megin, þá er rauninni rétt fasaröð. En þegar við erum með ljósin þá eiga það að blikka í takt ef það dimm tenging. Þannig að þetta sýnist mér að vera rétt. Hér getum við í rauninni kannski sagt frekar að hvernig kemur það fram á ljósunum ef fasaröðin röng, að það væri kannski stuttasvarið, þá blikka þau ekki í takt. Þau eiga blikka í takt ef að það dimmtenging og það rétt fasaröð. En það sem sagt stendur hérna tengdu samfærsluljósin í dimma tengingu. Þannig að þau ættu að blikka í takt og þau gerðu það hjá okkur áður við fösum saman. Og síðan spurt hérna hvernig samfærsluljósin þegar að græna ljósið í fasasjóni logar, að þegar við erum búin að breyta yfir í ljósdimma tengingu að þá eru ljósin að ofanverðu með birtu en slökkt á miðjuljósinu niðri. Neðra ljósið slökkt, það stendur hérna alveg hárrétt, en A og B lýsa ágætlega. Og við notum yfirleitt þessa tengingu þegar við öllu jöfnu á samfærslunartöflum þegar við erum að fasa saman. Sko, neðra ljósið slökkt, þetta hárrétt hérna. Hvernig eru samfærsluljósin þegar græna ljósið á fasasjóni logar? Það bendir til þess að þá sé komið rétt augnablik, græna ljósið á fasasjóni, og þá neðra ljósið slökkt og meðan að A og B sem sagt hin ljósin sem tengt L1 og L3 að þau lýsa. Og við sjáum þetta hérna á töflunni, sko, þá sjáum við það bjartari hluti hérna á samfærslunarljósa sem sagt spjaldinu hérna. Það haft hvítt áverðu vegna þess að ljósin eiga að vera inni. Þessi tvö hérna sé ljósið á að vera slökkt þegar það rétt augnablik. Þá græna ljósið inni. Slökkt á C, kveikt á A og B. Þannig staðan. Ok. Og hérna erum við komin og síðan erum við að fara að keyra saman rafalana, við erum búin að fasa á saman og þá erum við að þeir eru búin að tengja saman, það ekkert álag á þeim, þeir bara keyra lausir og þeir eru að í rauninni erum við að reyna að stilla þetta þannig að annar þeirra sé ekki að keyra afl yfir á hinn. Þannig að þeir séu bara alveg ganga algjörlega í takt og með sömu spennuframleiðslu að þeir séu báðir stilltir þannig að þeir séu framleiða 400 volt. En við náum því aldrei alveg nákvæmlega. Þannig að þess vegna sjáum við hérna í I1 og I2 þá erum við með straum á milli þeirra, 1,4 ampere. Og sko, mismunur hérna á milli skýrist út af því að við erum að horfa fyrst og fremst á einn fasa. Það getur verið bara í ónákvæmni í búnaðinum, í aflestri, eða sem sagt ekki í aflestri heldur bara í búnaðurinn sem að túlkar sem sagt strauminn frá eftir og við straumspenna að þá, því að það eru straumspennar á bakvið sem að gefa þessari græju straum til þess að sýna á skjá hvaða straumurinn Þannig að í öllu jöfnu þá ætti þetta að vera
fræðilega séð 0 ampere, skiljið, ef þeir myndu ganga algjörlega í takt. En vegna þess að annar þeirra að framleiða örlítið inn á hinn eða að annar með óþarflega mikla segulmögnun, þá hann að senda spanstraum til dæmis, eða sem sagt launstraum, annarkvort span eða annarkvort straumurinn sem sagt á undan spennunni eða á eftir spennunni, við vitum það ekki, mælum það ekkert sérstaklega. Og þannig að þess vegna sjáum við, það smá straumur hérna á ferðinni. Ok. Síðan setjum við inn hérna 2 þrep. Þá kemur álag á hann og rafali 1, hann náttúrulega handvirkur, þannig að hann gerir ekki neitt við því, þó að hérna komi álag á. Rafali 2 bregst strax við eða búnaðurinn kringum hann, því að hann keyrir helst á 50 riðum og byrjar að framleiða bara hérna strax hérna 10,4 kW. Og þá myndum við setja hérna bara K inn í þetta hérna. Já, það skemmir náttúrulega töfluna. En þetta 10,4 kW. Og við gætum kannski setja K hérna. Já, það sleppur. Og þá þetta, skiptir þetta hérna niður í kilowatt og hérna kilowatt. Síðan sem sagt jöfnum við raunálaginu á milli þeirra, P á milli þeirra, bætum við AP1 og við værum þá, ef það væri dísilvél, þá myndum við auka við olíugjöfina og við sjáum þá að hérna rafal 1, hann með sem sagt aukinn segulmagnsstraum og fór 0,6 yfir í 0,96 áður en við jöfnum raunálaginu milli og sjáum við þá þegar að við framleiðum meira raunafl frá rafal 1 þá dregur rafal 2 aftur úr segulmagnsstraumnum til þess að spennan verði áfram rétt. Sjáum þetta. Fer úr 0,6 upp í 0,96 til þess að halda spennunni réttri þegar allt 10 kW eru á rafal 2, sjálfvirku spennustýringunni og svo kemur inn rafal 1, framleiðir meira raunafl og við erum ekkert að breyta hérna, segulmagnsstraumnum inn á hann, það munar svo litlu, en þegar að hérna, léttir á rafal 2 úr 10 kW niður í 5,2 að þá jafnframt þá dregur hann úr segulmagnsstraumnum til þess að halda spennunni réttri á kerfinu. Þetta mjög greinilegt hérna. Ok, það vonandi að þið áttu ykkur á þessu og við sjáum hérna að rafali 1, hann að framleiða þá straum sem bara 9,4 ampere en hinn 9,5, þannig að við sjáum þetta bara munar 0,1 amperi. Það mjög erfitt að laga það. Svo að hérna, það sko, ef það eitthvað meira afl sem við værum að setja eða færa á milli þeirra, þá gæti komið að því að við myndum líka geta jafna straumnum, en þetta svona svakalega lítill munur og það bara ekki hægt. Ok, en þannig að hér þurftum við greinilega jafna straumnum vegna þess að hér var 12 ampere og svo 7 ampere. Þannig að við gátum jafna því niður í 8 ampere úr 12 og svo upp í 8,4. Þannig að það var 8,4 á báðum. Þannig að hér þurfum við þegar við blandað álag að jafna líka straumnum á milli þeirra. Launstraumnum eða launaflinu. Með því að hafa áhrif á segulmagnsstrauminn, auka segulmagnsstrauminn á rafala 1. En hérna erum við sem sagt aftur, við slökktum á þessu milli, fengum hérna 0 álag og þá bara sömu tölurnar og í byrjun og síðan í blönduð álagi þá vorum við með 8,2 kW, setjum við þetta K, þess að hafa þetta nákvæmt, rétt og jöfnuðum því svo með því að auka við rafal 1 niður í 4 og 4 og þá hérna
Já, það sem sagt, þegar að rafali 2 tók allt aflið á sig, hann tók líka sem sagt spanstrauminn og þess vegna fór straumurinn ekki bara upp í 0,9 eitthvað, hann fór upp í 1,2 ampere úr 0,6. Og síðan lækkar þessi segulmagnsstraumur aðeins en ekki mjög mikið þegar við komum með raunaflið frá rafala 1. Þegar við hins vegar sendum meiri segulmagnastraum inn á rafala 1 úr 2,5 amperum upp í 3,3 ampere, þá framleiðum við líka launstraum frá rafala 1 og jöfnum þannig straumálaði milli þeirra. Þá dregur rafala 2 sjálfur úr sínum segulmagnastraum úr 1,16 niður í 0,92 ampere. Þannig að þá erum við komin við 8,4 ampere í straum saman. Ok, engar spurningar varðandi þetta. Þetta er nokkuð skýrt. Ok, gott mál. Næsta spurning hérna. Við séum að þegar þú jafna álögðunum með hjálp afmælana, þá er ennþá verið munur á straummælunum, hvernig þetta bæti úr því og þá náttúrulega segir hérna að auka segulmagnastraum inn á rafala 1. Það er bara sama spurningin aftur þarna niður. Já. Nei, sko, þetta er bara villa í verkefninu. Þetta er bara sama spurningin. Þetta er bara auka segulmagnastraum á rafala 1, þessum handvirka, sem allt er handvirkt. Ok, einfalt og gott. Síðan lýstu vinnumáta rafala 2 og þetta getum við gert með því að taka mynd frá bókinni, þar sem að er svona kassamynd. En það er hérna mynd af Stanford rafala, þar sem að það er þessi mynd hérna. Og ég nota hérna bara snipping tool til þess að gera þetta, það er engin nota hljótur að þessu. Þetta er mynd 1838 og við setjum þetta bara inn í Paint. Ok, allt í lagi. Og til þess að lýsa rafalanum, þá, getum við, kom öll myndin hérna? Hvað er? Þetta er ekki það. Þetta ætla ég að fara til. Svona, að í þessum rafala, þá erum við að fá straum frá sátrinu inn á þetta hérna er það snippingu, ok? Já, það vinna í þessu forriti hér að hér erum við þetta ég ætla að merkja þetta bara með ykkur hérna þið eru búin að finna þessa mynd. Ok, og þá skulum við aðeins fara yfir það í þessum rafala 2 hvernig búnaðurinn er, því að þetta er rafali sem að við erum ekki með hérna inni hjá okkur, en hins vegar er svona rafali til út í vélasal við Caterpillar vélina. Það er Stanford rafali og hann er með sísegul á sínum ás. Og þannig að við getum aðeins litið á pólhjóli í honum. Þannig að alveg út á endanum, það er síseglar sem að eru hérna, skipta þá norður-suður, allan hringinn hérna og þeir spana upp sem sagt spennu í sátri sísegurrafans sem er hérna fyrir utan. Og það er hérna á kassamyndinni, það er hérna fyrir utan 6B. Þetta er sátur sísegurrafans.
En þetta ekki hérna í rafala 2 inni hjá okkur. Þannig að þessi rafali, hann verður að byrja sína framleiðslu frá segulleifum í segulpólum sem eru hérna merktir númer 1. Og ef við skoðum hvaða græja það þá sjáum við í þessari mynd hérna að það er þessi hluti hérna, merktur númer 1 hérna á myndinni líka. Sjáðu það hérna, lengt til hægri. Þetta eru rafseglarnir sem í húsi rafal, sem notaðir til þess að segulmagna rafala, sem þessi hér. Raunin ekki að koma á sýningu hérna fólkjónið þarna og á fjóluborðinu sem eigum. Þannig að á því það hérna sem sagt hreyfanlegt vindingar, þriggja-fasa lög hérna í segulmagna rafala. Þetta megin segulmagna rafali. Og að segulrafali hann raunin bara til þess að framleiða afl fyrir þessa segulmögnunina eða fyrir þessa spennustýringuna í sambandrafala. Þetta kallað Marcon-rafali. Marcon-rafali sem við erum með hérna inni í 106 rafali 2. Allt sjálfur. Þannig að hann ekki með segulrafala, hann bara að byrja sína framleiðslu út frá segulleifum í þessum rafseglum sem hérna allan hringinn í húsinu. Og ég þarf að sýna ykkur aðeins betri myndir af byggingunni að þessu. En hérna þess að segulrafalinn, síðan eru 6 díóður, þannig þetta kassi númer 3 í kassamyndinni, sem afriðar þriggja-fasa spennuna yfir í jafnstraum fyrir pólhjólið. Og númer 4 það pólhjólið sem snýst inn í sátrinu og það númer 5 og það mynda spennu og straum. Það dálítið mikil gerð sko, en í stuttum máli myndum við segja að hann framleiðir sem sagt hann byrjar að framleiða út frá segulleifum, sem sagt Marcon-rafalinn og hann sprennast upp straumur í sátri, ekki sátri í vöðum segulmagna rafals í 2 og sá straumur, þriggja-fasa straumur og þriggja-fasa spenna afriður í afriðlinum númer 3 og þá verður til jafnstraumur sem fer inn á pólhjólið 4. Þannig að við erum rauninni að segulmagna rafalinn út frá rafseglum í húsi rafalans. Það segulmagna rafalinn, en það skiptist í marga rafsegla. Já, það það, því að þetta svolítið viðamikil spurning. En hérna sem sagt erum við að breyta þessari mynd hérna yfir í að sem sagt fyrir Marcon-rafalann með því að taka þennan hluta hérna í burtu vegna þess að hann ekki til staðar. Og þá ger ég það bara svona, tek hann í burtu, þannig fyrir skýrslugerðina ykkar, þá myndi taka þennan hluta hér og færa þetta bara hingað, því að þetta rauninni Marcon-rafalinn. Þetta þá bara ás vélarinnar og hérna við erum með segulvöfin hérna, eða segulvafið sem þetta hérna, lengst til hægri, yfri og það myndar segulsvið sem segulmagnar þessi vöf. Hér segir í bókinni að þetta sátur segulmagnar vélarinnar, en mér finnst svolítið slæmt að kalla þetta sátur vegna þetta situr í sjálfu sér á snúðnum, en snúðurinn hann snýst á fullu. Sem sagt, hann
hann snýst, já, og þannig að þetta hérna á snúðnum. Þetta staðsett hérna. Á endanum þessum skjóli hérna, lengri hægri sísegulhlátrið sem ekki í margfaldarráðunum, en hérna sjáum við, þetta eru þriggjafarsavöðvar sem eru kölluð hlátur segulmagnar rafalans. En mér finnst ekki eðlilegt að kalla þetta sátur vegna þess þetta á fleygiferð á snúðum. Ég myndi kalla þetta bara vöf segulmagnar rafalans, þriggjafarsavöð segulmagnar rafalans. Skiljið? Ok. Af því þetta situr ekki fast í húsinu. Ég kalla sátrið sem að situr fast aðalsátrið sem notað til að gefa straum og spennu og allt út á álag. Það situr fast í rafanum, það raunverulega sátur. En ég myndi að væri eðlilegra að kalla þetta vöf, þriggjafarsa vöf, segulmagnar rafalans. Ok, það höfum við í markon rafalana. Og þarna vorum við með þetta og þá ætlum ég að klára myndina hérna. Þá hérna bara að merkja einu á þetta aðeins að þið áttu að vera hvað er hvað. Þetta hérna spennureglunin, eða kallaði spennustillir í bókinni, svo ég ætla ekki að rugla ykkur meira. Spennustillir. Já, frekar. Já, það er vegna þess að það sísegulrafala dæmið. Það í Stanford rafala. Það ekki rafalinn sem hérna inni. Já, þess vegna þurfum við aðeins að breyta myndinni. Það býðum við, já, klúðraði þessu, en ég ætla að stekka textan. Það komið svona, já, ok, og þá get ég farið, nei, hann ok. Það bara eins staðar hérna, þetta spennustillirinn, merktur númer 7. Og síðan höfum við hérna, við köllum þetta hérna segulvaf. Eitt þá segulvaf. Þetta kemur segulmagnar straumurinn, þess að segulmagnar rafalan. Það gert frá segulpólum í húsi rafalans. Þetta hérna eitt eru segulpólar í húsi rafalans. Ok. Sleppur þetta svona. Ok. 1 segulpólar í húsi rafalans. Og 2, ég myndi kalla þetta, 2 eru þriggjafarsa vöf, þrífasa vöf, segulmagnar rafalans. Ok, hvað ég búinn að gera hér? Svona. 2, þetta þrífasa vöf, segulmagnar rafalans. Og 3, þetta afriðill, 6 díóður, 6 díóður. Þetta afriðill. Breytir þriggjafarsa riðstraumnum frá segulmagnar rafalanum yfir í jafnstraum. Og þannig að þetta hérna 4, þetta pólhjólið. Eða, já, segulpólar pólhjólsins. Og síðan númer 5,
Það sátrið. Það nú sátur. Ok. Skiljið þetta núna? Nei, það ekki séns. Rétt að byrja. Já. Í þessum rafala, þar að minnsta kosti 2 rafalar, ekki það? Saman á því. Það segulmögnunarrafali og aðalrafali. En síðan eigum kannski eftir og gerum við það kannski á morgun eftir að skoða Stanford-rafalann betur. Það eru 3 rafalar. Það segulmögnunarrafali, sísegulrafali, aðsegulmögnunarrafali og síðan bara meginrafalinn, aðalrafalinn, pólhjólið og sátrið. Það eru 3 rafalar í Stanford-rafalanum en það eru 2 rafalar í Markon-rafalanum, þessum hérna sem við vorum að nota í æfingunni. Svo þetta það sem við setjum þá inn sem mynd í þennan kassa hér, þessi kassamynd hér. Það rauninni einföldu við þessa mynd. Þannig að þá segi ég hérna Ctrl A, Ctrl C, ég það ekki, ok, nú svona, reyna að líma það hérna inn. Já, þarna kemur hún. Ok, þetta fær þá inn í þennan kassa hér, sem búin að taka í burtu sísegulrafala. Þannig að þetta það sem að tilheyrir þessum rafala og síðan kemur hérna hver aðalmunurinn á rafala 1 og rafala 2. Það eins og við sögðum að rafali 2, hann allt sjálfvirkt, sjálfvirka hraðastýringu, sjálfvirka spennustýringu. Sko, við getum bætt hérna við rafmótorinn sem knýr rafalann. En kannski aðal munur annar á rafala 1 og rafala 2, ekki sambandi við stýringarnar og það. Það kannski, við erum kannski aðeins að misskilja þessa spurningu í byrjun. Við gleymum okkur svolítið. Því að það svolítið annar það hérna aðferðin við að segulmagna mismunandi. En það sem kannski verður að fiska þarna eftir að þeir snúast á mismunandi hraða. Hvað það í byggingunni sem að gera það að verkum? Sem sagt að rafali 1 með hvað marga póla? Hann með 3 pólpör, hann með með 6 póla. Já, jú, með 6 póla, sama sem 3 pólpör, snýst hægar. Það 1000 snúningar á mínútu, en rafali 2 með 4 póla, 2 pólpör, snýst 100 á mínútu til að framleiða 50 rið.
Og formúlan fyrir þetta er sem sagt NS saman sem F sinnum 60 deilt með litla p sem er pólparafjöldin. Og ef við setjum hérna inn í þetta OK fyrir rafala 2 til dæmis, þá segjum við hérna, við erum með 50 rit, 50 sinnum 60 deilt með 2 pólpörum saman sem 1500, bara til þess að útskýra hvernig fáum þetta út, snúninga á mínútu. Já, það er vegna þess að S-ið stendur fyrir samfasa á íslensku, á öðrum tungumálum er það synkrón. Já, sem sagt synkrón generator. Já, því að þá er hann samfasa, rafalinn er samfasa, það er pólhjólið, það er byggingin á rafalinn. Hann eltir, sem sagt að tíðnin er alveg í samræmi við snúningshraðann á pólhjólinu. Samfasavél, af hverju er samfasavél kölluð samfasavél? Jú, það er vegna þess að hraðinn, tíðnin er algjörlega bundin hraða vélarinnar, hraða pólhjólsins. Þess vegna, þannig hún er samfasa. Ef við erum með samfasamótor, þá eltir mótorinn alveg nákvæmlega hverfi segulsviðið sem að sátur mótorsins myndar. Þá erum við með pólhjól inni í mótornum sem að bara skiptist á norðurpól, suðurpól, norðurpól, suðurpól og þessir pólar verða alveg að elta hverju segulsviðið alveg nákvæmlega og verða réttur hrað. Ef að þeir missa af hraða, ef að álagið verður mikið á mótornum, þá bara stoppar hann og tekur allt of mikið straum, sjálfsagt. Þannig að við þurfum bæði að koma honum einhvern veginn upp á rétta hraða, svona samfasa mótor, og hann verður að elta þá hverju segulsviðið alveg nákvæmlega. Hann er samfasa. Og þeir eru til, og þeir eru mjög oft notaðir til þess að leiðrétta fasu. Þeir eru þá yfirsegulmagnaðir, þeir eru þá framleiða straum sem er á undan spennunni. Þetta getur verið mjög praktískt að þurfa ekki að taka eitthvað pláss fyrir einhverja þétta, heldur að bara nýta einhvern búnað sem þarf nótast. Þegar það verður fyrir hendi til þess að nota hann í einhverja dælu sem sagt, að dæla sjó eða dæla einhverju og nota hann í leiðinni sem þétting, eða sem hann virki eins og þéttir. Þetta er mjög víða notað, þó að já, þetta er kannski frekar þá í stærri skipum en í minni skipum. Ok. Svo spurt hérna, af hverju tók rafveitu allt aflið þegar sett var álag á rafleiðinsamkeyrslu? Og það var vegna þess að við vorum með gangráð á honum sem var inni í tíðnibreytinum, sem sagt. Það sem hér er sagt að sem keyrði upp snúning til að halda 50 riðan er ekki rafleitt. Já, þetta er allt í lagi. Sjálfsér, ágætt svar. Ég hef sagt að tíðnibreytirinn heldur, skynjar álagsbreytinguna og heldur mótornum á réttum snúningshraða. Ég hef líka sagt það, sko. Þetta er svolítið flókið því að við þurfum meira að kunna allt í þessum áfanga til þess að geta útskýrt þetta. Þetta er alveg svakalega kröfur hérna. Þannig að allt í varðandi hraðastýring á mótor og hvernig mótor virkar, skammhlaunsmótor, því að það er skammhlaunsmótor sem að knýr þennan raf. Og það er svolítið flókið ferli sem að er inn í þessum skammhlaunsmótor, því að
hann hægir rauninni á sér við álag, skamsvísmótorinn. Og við þurfum að auka tíðnina inn á sátrið í honum til þess að hann haldist á réttum hraða. Já. Jú, ég bara veit ekki hverjir áfangar það eru. Nema, jú, það voru smíðaáfangar aðalega. Og trésmíðin. Já, alveg samanlega því. En ég meina, þetta bara tilraun sem að þið, ég ætti ekki að vera að tala þetta, sko, en við bara upplifum þetta svona. En við reynum að komast í gegnum þetta. En hérna, ég bara segi ykkur að það svolítið meira á bak við þetta. Þannig að þessi einföldu svör sem við erum að reyna að setja hérna fram, að þau eru einföld til þess að reyna að ná utan fyrstu skýrsluna. Þess að við getum sagt að í tíðnibreytinum gangráður. Það ekki stutt á einfalda svarið. Gangráður sem heldur mótornum á 1500 snúningum á mínútu. Það sennilega einfaldasta svarið. Ok, já, hérna, punktur. Svona. Þannig að neðri línan væri kannski einfaldasta svarið. Í tíðnibreytinum gangráður sem heldur mótornum á 1500 snúningum á mínútu. Get ég sett fullt á það? Nei, það ekki hægt. Ok, þetta læst. Allt í lagi. Það rétta svarið. Í tíðnibreytinum gangráður sem heldur mótornum á 1500 snúningum á mínútu. Ok. Og svo náum við skilning á því betur seinna í áfanganum, þar sem við tölum hraðastýringu við mótor. Nú, skilyrði fyrir samfélaginu 3 og síðan spurt hvert fjórða atriði sem stundum nefnt og þarf að hafa í huga þegar rafalinn eru tengdir inn á net í fyrsta skipti eða eftir breytingar eða að rafalinn að koma úr viðgerð. Við erum að tengja hann aftur inn á net. Og það það að fasaröðin sé rétt, eða svo sama á rafalanum og netinu eða teinunum. Þetta alveg rétt. Og hvernig hægt að kanna þetta fjórða atriði? Það hérna best að nota dimmatengingu og þá blikka ljósin í takt. Þetta alveg hárrétt svar hérna. Önnur aðferð að nota lítinn mótor fyrir ofan, sitt hvora megin við aflróðan. Við bætum við hérna við, eða nota lítinn mótor já. Verður að snúast í sömu snúningsátt sitt voru megin við aflrófan sem tengir komandi rafala. Svona. Þau eru komin við það og það komið inn á upptökuna, þannig að við höfum þetta líka. Tengimynd af samfélagsljósum sem bæði dimma og ljósdimmatengingu og útskýra munin. Þetta rosalega mikil vinna hérna á bakvið þetta, flottar myndir og það líka allt í lagi að nota myndirnar úr bókinni. Já, samfélagsunin
hún var hérna í kafla aðeins lengra. Það þetta hér. Já, hérna höfum við sem sagt dimmatengingu ljósanna, þar sem að það bara fasi á móti fasa. Og þessa tengingu notum við aðallega til þess að sjá hvort það sé rétt fasaröð. En við gerum þetta ekki í hvert skipti, segir hvers meginn, alls ekki. Bara eftir ef að rafalinn er að koma úr viðgerð eða ef við erum að setja nýjan rafala inn á net. Ok, svo hin tengingin, ljósdimma. Þá víxlum við bara hérna enda ljósunum, tengingunni öðrum megin á enda ljósunum, þannig að þau séu á móti sitt hvorum fasanum. En miðjuljósið er áfram tengt við sama fasan, miðjufasan. Og það er haft sem sagt neðst á þessum ljósum í töflunni. Það er slökkt, það er rétt fasaröð. Ok. Þannig að það er eins mættu við bara taka þessar myndir úr bókinni og skella þeim inn í skýrsluna, skiljiði. Það er fljótlega staðurinn. Hitt er rosalega flott sem var búið að vinna hérna í Multisim. Já, já, það er gott. Þetta er rétt. Ég er búinn að fara yfir þessar myndir. Þetta er flott. Neðan. Næsta spurning, ok. Hvað gerist ef augnablikið er ekki rétt þegar fasað er saman? Já, ok. Það sem að gerist er að rafalinn, hann bara aftengist aftur, við getum bara aftengist aftur. Getur ýmislegt gerst. Það getur farið öryggi eða það getur farið út sjálfar ef það er í rásinni. Eða eins og í okkar tilfelli, það var það í rauninni hraðastýringin. Hún slær út. Það er mjög þægilegt. Það fer ekkert öryggi. Af því að hún er svo nákvæmlega stillt að bara þegar hún finnur að það kemur bakafla á hana, þá bara trekkir hún strax út, tekur strauminn á mótunum. Þannig að öryggin bræðuvörin hafa tíma til þess að hanga inni. Þannig að straumurinn sem verður við að rafalinn tengjast saman á röngu augnabliki, eða þegar að við vorum þarna oftast þegar við vorum að reyna að fasa saman, þá fóru aldrei öryggin út vegna þess að þetta var svo lítill munur á milli. Hefðu við verið að fasa saman á kolröngu augnabliki, þá er ég ekki viss að þetta hafi þá eru spennurnar eða spennumunurinn á milli fasana svo miklu meiri, þess vegna verður straumurinn svo miklu meiri við tenginguna þegar við reynum að fasa saman. Það geta orðið skemmdir á vélbúnaðinum, sérstaklega ef að er röng fasaröð. Þá getur við brotið ástengi. Það er íþestafið, já. Og það sem gerðist í Fljótunum í Skagafirði, í virkjun þar, var það að pólhjólið, það fór út í gegnum vegginn á virkjuninni, út á tún. Það var bara, það var ekki búið að kanna nógu vel að fasaröðin væri rétt.
Já, það er aðalega sko að þá gæti þess að farið launstraumur á milli þeirra. Já. Það er ekki svo svakalegt sem að gerist ef að spennan er ekki alveg rétt. Já, jafnvel það myndi sleppa, held ég. Já, sko, þess að þú ert að fara, ef að tíðnin er mikil mismun, þá ert að fara dálítið hratt fram hjá augnablikinu og það kemur svolítið högg. Ef að það tekst að passa það saman, þá kemur hann með látum inn sem framleiðandi eða sem notandi. Ef hann kæmi inn á það og er á líftíðinni, og þá gæti hann gert sem sagt blackout á kerfið sem mikið á. Í ýktasta, já. En yfirleitt getur þetta, málið er að bakkapsvörnin ætti að grípa þarna inn í. Já, það var róðan út strax á sekundu broti þess vegna, sko. Já. Já. Þannig að þú bara, þetta gefa leyfi og síðan sér sjálfvirki samfélagsunarbúnaðurinn það að koma innkomandi rafala inn á réttu augnablikki og það sé öll skilyrði í lagi. Já. Nei, ég held ekki. Ég þekki ekki til þess að það sé möguleiki, sko. Því að í sjálfvirka búnaðinum þá ertu með skynjuð á því hvort það sé sama spenna. Já, hann tékkar á því líka. Svo að þú getur ekki platað það. Ok, reynum að komast í gegnum þetta. Ok, já, rafalinn andtekist aftur, bræðivör, farið út, sem sagt, fara öryggi, getur sagt. Og sem sagt, eða sjálfur slá út. Ok, og hvaða tvö atriði þarf að hafa, hvaða tvö atriði hafa áhrif á stærð spennunnar frá rafalanum? Það er sem sagt snúningshraðinn og segulmagnsstraumurinn. Já. Við getum bara stutta svarið hérna, snúningshraðinn, það er tíðnin, og segulmögnunarstraumurinn. Segulmögnunarstraumurinn. Já, það er komin. Straumurinn, já, inn á pólhjólið. Okay. Síðan lýstu vel hvernig álagi er jafnað á rafala í samkeyrslu. Taka fram bæði jöfnun raunafls og launafls. Og við vorum að fara aðeins yfir það þegar við vorum að skoða töflurnar og segulmagnsstrauminn og það allt saman, en við getum bara skrifa stuttar setningar til þess að lýsa þessu. Að raunafl er jafnað með því að auka raunafl inn á rafala sem framleiðir minna, er lægra í afli. Já. Nei, raunafl. Já. Þá er það á hraðan, sem. Þá fáum við meira raunafl, sko, olíugjöfina. Já.
eða auka aflið, sko. Já, já. Við höfum aðeins að skrifa raunaflið fyrst, ef þær eru að því. Já. Ég ætla að taka það hér. Nei, það væri gagnaprófið ef það væri heima í COVID-ástandi. Sko, við erum í rauninni að, sko, eftir þessar tilflækanir, þá erum við að reyna að fá okkur hérna í skóla til þess að reyna að koma kennslunni aftur í eðlilegt horf. Þannig að þið náið að læra þetta alltaf vel og vandlega og séu minna bara sól á gögn sem þið getið gripið í. En ég meina þannig að þess vegna erum við að reyna að hafa þetta á staðnum og ég held að það er ekki það svakalega mikið af staðreyndum sem við þurfum að koma upp. Það sem við höfum búið að vera að gera, það sem að, já, við þurfum að geta skilað frá okkur í prófinu. Og ásamt náttúrulega því við erum náttúrulega ekki búin að vera að reikna mikið af dæmum, en það er að gera að við séum að fara í það sem allra fyrst, að reikna dæmi og við reynum að reikna dæmi núna strax á eftir. Það ég er búin að klára þetta síðasta atriði hérna í skýrslunni. Þá skulum við skoða smá dæmi. Við fórum aðeins í spurningar í byrjun kaflans, ekki? Við vorum komnir að dæminu. Þannig að við getum bara að byrja strax á dæminu. Í fyrsta tíma, fyrsta bóklega tímanum, á 50 deginum í síðustu viku. Og fórum við aðeins í spurningar. Og ég setti það inn á upptöku, sendaði inn á YouTube. Það er inn á YouTube, fyrsti hlutin. Þannig að núna förum við bara í næsta hluta. En, þá ætlum ég að svara þessu hérna að til að jafna launaflið með að auka segulmagnastraum á rafala er með minni straum minni straumframleiðslu. En getum ekki sagt þetta svona gróft og eiginlega erum við að miða við þá að þessi rafalar séu kannski svipað stórir til dæmis en þetta er samt almennt sko að við aukum rafala sem að ætti að taka meira þátt í framleiðslunni sem sagt. Þá aukum við sem sagt aflið og þegar við tölum afl þá erum við að meina raunafl. Og launaflið er jafnað á milli með því að auka segulmagnastrauminn á þeim rafala sem að er með minni straumframleiðslu. Okay. Þá erum við búin að svara öllum spurningum í þessu verkefni, er það ekki? Það var það sem ég hef lofað ykkur að ég myndi gera í gær. Það er búin að efna loforðið. Ok? Og þá ætlum við að fara aðeins í sem sagt eitthvað dæmi en mér finnst það eins og ég sé ekki búinn að fara í neitt efni í áfanganum.
Þannig að við kannski gerum það aðeins stutt í áður en ég fer í þetta. Ok. Örlítið byggingu rafalans. Við gerðum það samt aðeins í fyrsta bóklegtímanum, en það náttúrulega kannski ekki sem er freistandi að maður sé búinn að læra þetta allt saman. Við fórum þar aðeins í mjög lítið í flokkunina samt, þið svöruðu henni eiginlega bara sjálfur og hérna erum við með rafala sem er með eitt pólpar, sem sagt við segulmögnun rafala þannig að við hreyfum segul, eða sem sagt segulsvið, fram hjá leiðara. Það er sem sagt í sátrinu og hefur við sem sagt leiðara og það spanast straumur og spenna í sáturvindingunum þegar við hreyfum segulsviðið fram hjá leiðara. Og til þess að við höldum réttri tíðni, þá þurfum við alltaf að vera með sama snúningshraða á rafalanum og við erum aðeins búin að kynna til sögunar formúluna fyrir tíðnina og eða formúluna fyrir snúningshraðan, NS samflasa snúningshraða og með því að snúa þessu pólhjóli einn hring sem er bara eitt pólpar, þá fáum við þessa sínusbylgju. Þetta er eitt snúningur sem gefur okkur eina bylgju eða eitt rið og þegar við erum með hæggengari rafala þá fjölgar segulpólunum og þá sjáum við líka, ég er búinn að segja ykkur hvar þið finnið þessa töflu og þið æfið ykkur á því þannig að þið lærið sjálfur að átta ykkur á hvernig byggingin breytist eða hvernig hlutföllin í rafala breytist, eða þessi hugtök, að póldeilingin hún minnkar eftir því sem að pólafjöldin eykst og pólpörinn er bara helmingurinn af pólafjöldanum og þannig að við þurfum alltaf að hugsa og passa okkur á því þegar við beðum fjölda póla að svara þá fjölda póla eða beðum pólpör og við þurfum að nota pólpör útreikningum að nota þá virkilega pólpara fjöldan. Og þannig að einn snúningur, hann gefur ákveðin fjölda af rammaskráðum og það fer fjölgandi eftir því sem að pólparafjöldin eykst. Þannig að þið skulu æfa ykkur á því að reikna þarna á milli þessara hluta. Og ef að við snúum rafalanum ákveðnar vélrænar gráður, þá fáum við 360 rafmagnsgráður. Þegar við erum með eitt pólpar, þá þurfum við að snúa rafalanum 360 vélrænar gráður. Til þess að fá 360 rafmagnsgráður fyrir tveggja pólpara rafala, þá þurfum við að snúa honum 180 vélrænar gráður. Og svo framvegis, þegar við erum með þriggja pólpara rafala og ætlum að fá 360 rafmagnsgráður, þá þurfum við að snúa honum 120 vélrænar gráður. Og ef við erum með fjögurra pólpara rafala og við ætlum að fá eina sveiflu eða 360 rafmagnsgráður, þá þurfum við að snúa honum 90 vélrænar gráður. Og svo síðasti dálkurinn í töflunni segir okkur á hvaða hraða við þurfum að hafa rafalann til þess að framleiða 50 rið. Eitt pólpar, þá þurfum við 3000 snúninga á mínútu og tveggja pólpara, þá þurfum við 1500 snúninga á mínútu. Þriggja pólpara, eins og rafal 1 var, þá þurfum við að snúa honum á 1000 snúninga á mínútu og fjögurra pólpara á 750 snúninga á mínútu. Og svona þurfum við að æfa okkur á því að reikna þessi hlutföll. Ok, þetta var smá upprifjun varðandi stærð rafala og ég ætla síðan að fara bara í uppbygging sátursins. Þetta er náttúrulega farið miklu meira í síðasta rafmagnsæðarfána. Við förum mjög lítið í það hérna. Við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessu. Sáturuppbyggingunni.
Þetta aðalega bara það að við getum kallað þessu póldeilingu, það fjarlægð á milli póla í gráðum. Eins og póldeilingi í þessu hérna pólhjólinu hér eru 90 gráður. Það héðan frá og hingað. Skiljið. Og svo bara þessi hugtök hérna í þessu. Við erum alltaf með segulspólur fyrir segulstrauminn í pólhjólinu. Þær eru hérna og við köllum þetta hérna pólskóg og pólkjarna, þar sem að spólan utanum hérna á pólhjólinu. Og ég held að sé prófað í síðasta áfangunum líka að sjá hvenær að rafalinn fer í segulmettun. Það þýðir það að einhverjum tímapunkti, við sendum alltaf meiri og meiri segulstraum, þá hækkar spennan hægt og rólega út af rafalanum og í ákveðnum tímapunkti þá hættir spennan að hækka. Þá erum við komin í segulmettun. Það er búin að nýta allt seguljárnið í að flytja segulkraftinn í strauminn og svo bara kemur að því að við getum ekki flutt meiri segulkraftinn í strauminn, við getum ekki spanað upp út af meiri segulkraftinn í straum með hærri spennu í sátrinu. Þá erum við komin í segulmettun. Ok, en við þurfum ekki að áhyggjur af þessu atriði þessum áfanga hér. Hér bara gamla útfærslan með kolum og sleiturhringjum inn á pólhjólið og þetta segulvaf hérna í þessari mynd hér skiptist þetta segulvaf í 4 staði, skiljið. Það þetta 4 pólkjörnum, skiljið. Þannig að þó að ég sýnt bara 1 segulvaf hérna niðri, þá þetta hérna segulvaf í pólum pólhjólsins, þá þetta á 4 stöðum ef við værum með þessa 4 póla hérna. Ok, þannig að ekki hafa áhyggjur af því að vera ekki með 4 vöf hérna í raðtengingu. En þetta yfirleitt raðtengt, skiljið. Ok, og svo bara sátrið hérna. Og svo hafið þið væntanlega svarað spurningum varðandi kælingu rafalna, yfirleitt eru loftkældir en allra stærstu eru vatnskældir. Og hérna formúlan fyrir samfasa snúningshraða, NS, það sem sagt 60 sinnum F tíðnin deilt með pólpara fjölda. Svo bara snúið þessu á alla kanta til þess að finna tíðni ef einhver annar snúningshraði og svo framvegis. Og síðan fórum við í gegnum það hvernig spennan myndaðist. Það var ákveðin fasti hérna, sinnum tíðnin, sinnum segulkraftinu, straumurinn og þetta maksgildi af honum og sinnum vafningafjöldin í rafalnum. Og það sem við getum breytt hérna, það segulmóðunarstraumurinn, segulkraftlínu straumurinn sem við getum breytt til þess að hafa áhrif á spanaða fasaspennu út. Því að við förum ekkert að breyta hraðanum mikið. Við reynum að halda hraðanum á að framleiða 50. Því að það eru 2 atriði sem hafa áhrif á framleiða spennu, bæði hraðinn, tíðnin, hraðinn á vélinni, hraðinn á rafalanum, aðeins hefur áhrif á spanaða spennu og styrkur segulkraftlínu, segulmögnunarstraumurinn hefur áhrif á spanaða spennu. Þannig að aðalatriði það að breyting á segulmögnunarstraumnum hefur áhrif á spennu rafalans. Það það sem við getum breytt til þess að hafa spennuna til þess alltaf rétta. Og svo var þessi sátuspyrna sem ég fór í gegnum með ykkur og að í raunálaginu þá þurfum við aðeins að auka segulmögnunarstrauminn. Þegar við erum með marga mótora, mikið spanálag, þá þurfum við að auka segulmögnunarstrauminn heilmikið til þess að halda uppi réttri spennu. Vegna þess að segulkraftinu frá sátrinu vinna gegn segulkraftinum pólhjólsins. Þetta kalluð sátuspyrna og þess vegna þurfum við meiri segulmögnunarstraum þegar við erum með spanálag, marga mótora í gangi. Og hins vegar ef við værum með rýmdarálag þá þurfum við að draga úr segulmögnunarstraumnum. En við förum ekki djúpt í þetta núna. Og afltap og nýtni, þið náttúrulega bara með hérna 3-fasaformúluna sem við byrjaðum aðeins að nota í rafala sem við vorum með hérna
þessa rafalasettið þarna, módelið, feedback módelið, og það spurning hvort ég á nokkuð að fara í þá skýrslu. Það svo lítið úr því sem við erum að byrja kannski í prófinu, nema við getum spurt kannski hvað gerist ef að segulmagnastraumurinn rofnar. Það bara þetta spennaði niður, það hættir að framleiða. Þá myndum bara framleiða út frá segulleifum sem að vera mjög lágspenna. En í rauninni það bara dettur niður framleiðslan ef að segulmagnastraumurinn rofnar. Og síðan þegar við erum að reikna út sýndarafl, þá höfum við þessa formúlu hérna aftur að tala þryggjafasa í þessum kafla hérna. Þá rótin af 3 sem við notum, sinnum spennan, sinnum straumurinn. Og oft í þessum dæmum sem við erum að reikna, þá erum við að finna strauminn. Þá einangrum við strauminn út úr formúlunni, þá segir sýndaraflið deilt með rótin af 3 sinnum spennan, sem það fyrir neðan deilingarstrikið. Þannig snúum við formúlunni til þess að reikna út strauminn. Og hér sýnidæmi þar sem að bera saman ef að raunálag annars vegar og hins vegar spanálag, eða raunafstöðun fer niður í 0,5. Þarna verið að leggja áherslu á það að rafalinn hann verður fulllestaður straumlega séð. Þó að aflmælirinn sýnir það ekki. Aflið við getum bara framleitt helminginn af raunaflinu. Eins og við sjáum hérna, þetta bara 5 kW, en samt við konum með straum upp í 15 ampere. Og þannig að þess vegna þessi varnarbúnaður sem að fylgist með straumnum. Að ef að straumurinn fer upp í ákveðið mark sem að rafalinn þolir eða upp fyrir það mark, þá slær þessi búnaður rafalinn út með afrófanum. Þannig að því að þó við sjáum á aflmælinum að hann ekki að framleiða fullt, þá getur hann verið í hættu rafalinn, vegna þess að hann að framleiða svo mikinn launstraum til þess að segulmagna mótora og slíkt. Og það það sem að þarf að hafa í huga. Stendur hérna fyrir neðan að rafalinn fulllestaður straumlega séð, bæði skiptin. Og svo eru fleiri atriði hérna sem að þið eru búin að svara í spurningunum, en að kannski við lítum aðeins hérna á dæmi á 5 mínútum. Wow. Ok. Ég þarf bara að finna það sko. Og ég hef fulla trú á því að ég nái því að finna þessi dæmi hérna. Þannig að við getum litið á allavega eitt dæmi, við skoða saman. Jú, ég hef kannski með þetta leyst. Já. Við erum kannski með dæmi hérna, já. Já, við tala aðeins hærra, ég heyri svo lítið. Já. Akkúrat. Já. Vegna þess hvað þetta langt orð, þríhyrningstenging, þá notum við til að stytta það D fyrir delta, þríhyrningstengingu, og Y fyrir stjörnutengingu, af því að Y lítur út eins og stjörnutengingu. Nei, í rauninni ekki. Ef þú ert með ákveðinn rafala,
þá geturðu framleitt mismunandi spennu, út mismunandi spennu, en rafalinn, hann getur skilað sama sýndarafli og raunafli, en það verður bara mismunandi spennur og mismunandi straumar á ferðinni. Sama afl. Já, ef að fasaspennan er 230 volt, þá verður það stjörnutengjan. En það er ekki þannig að rafalinn geti gefið eitthvað mismunandi afl. Nei, já. En það er bara, hvernig getur þau framleitt hærri spennu með því að breyta tengingum eða hafa tenginguna ákveðna. Að merkingin hérna, alltaf lægri spennumerkingin er þríhyrningstengingin, D, /y, lægri spennan 220/380 volt, eða við sjáum oft 230/400 volt í þessum dæmum. En bara vegna þess að það er svo mikið að búnaði ennþá í dag á gömlu spennumerkingunum, 220/380, þá höldum við þessu inni til þess að þið þekkja þessar stærðir. Þetta er mjög algengar stærðir. Yfirleitt í landi þá er búið að hækka þessa spennu upp í 400 volt á milli fasa og þá er fasaspennan 230 volt. Nei, það er á mótorum með það sama, að til þess að mótor, til dæmis, ef við ætlum að stjörnuþrýstisræsa mótor, þá má kerfisspennan ekki vera hærri en 220 volt hérna, því að þegar við stjörnutengjum mótorinn, þá fara hann lægri spennu á hvert val. Já, þá verðum við að beintengja mótorinn, þá erum við ekki að stjörnuþrýstisræsa. Nei, við getum ekki gert það. Nei, ef að kerfisspennan er 380 volt og mótorinn er merktur 220/380 volt, þá getum við ekki stjörnuþrýstisræsa. Vegna þess að hann endar alltaf á því að vera í þríhyrningstengingu. Þannig að ef við værum með kerfisspennuna 380 volt, þá kæmi hún inn á mótorinn sem myndi bara þvoða 220 volt og þá myndi mótorinn brenna. Þannig að við verðum að hafa kerfisspennuna, verðum að hafa lægri spennumerkingin á mótorinn verður að vera svo sama og kerfisspennan er. Ef að mótorinn væri merktur 400/690 volt, þá getum við stjörnuþrýstisræstan við 400 volta kerfi. Þannig að lægri spennumerkingin á mótornum er sama spenna og spennumerking kerfisins. Það er það sem við þurfum að fara eftir þegar við erum að velja mótor sem við þurfum að stjörnuþrýsta. Nei, sko, við erum ekki að tala um það tilfelli hérna, skilur við. Þegar getum við, getum við framleitt bæði 220 bara fer eftir í, hvað þörfin er, hvort að kerfið er 220 volta þryggjafasa eða 380 volta þryggjafasa. Og þessi rafali, hann getur þríhyrningstengst og þá framleiðir hann 220 volt en er þá með meiri straum. En við stjörnutenginguna, þá er hann að framleiða hærri spennu en gefur frá sér minni straum vegna þess að hann framleiðir sama afl. Rafalinn, já. Akkur. Okay. Förum það betur yfir þá morgun. Höldum við áfram í þessum dæmum á morgun. Ok.
Við þeir ætluðu að skipta. Við á morgun það 50 morgun og við ætluðum að skipta. Þið sögðu að það væri allt í lagi. Já. Já, ég ætla að skoða að sé laus. Þetta. Erum ekki laus. Já.